Þú vilt ekkert búa í landi þar sem þú ert annars vegar með eitthvað svona semi-gated community, þar sem að liðið er bara eitthvað, þú veist, hérna með svo mikla peninga að það bara lifir eins og einhverjir hérna hvað Kardashian pakk og svo ertu með fólk sem að Það er ekkert svoleiðis á Íslandi. Vist er svoleiðis á Íslandi, come on. Hvað er gated community? Garðabærin er svona semi að breytast. Arnan er svona enda talað einhver tíma fyrir því að það er með gated, en þeir hafa ekki gert það. Þú veist, þar sem að, og ég meina neðst í Fossvoginum, þar sem að þú ert með mesta konsentrasjón á sko kapitali og mennta og menningarkapitali, skilur, að sjálfsögður að verða til svona enclaves af fáránlega miklum peningum, fáránlega miklu völdum og allt og miklu tjútti og svo ertu með fólki sem er í okkar félögum sem er að vinna, maðurinn er að vinna, konan er að vinna, kallinn er að vinna ógeðslega mikið, konan er líka að vinna í líkamlega andlega erfiðisvinnu, þau eru með börn, þau eru að hlaupa eins og hamstrar í einhverju hjóli bara til þess að geta þeim sendt börnin í íþróttir og mögulega verið svo heppin að geta keypt sér blokkaríbúð. Hvað bull er þetta eiginlega? Hver vill búa í svona samfélagi? Sko, þú segir lækka skatta. Ég, sko, okkur greinir svona aðeins á, hérna kemur munurinn. Loksins. Kemur munurinn hérna. Ég er þar að, sko, í fyrsta lagi erum við Íslendingar mjög skattpínd þjóð. Það bara blasir við. Við erum að greiða einu hæðstu skattana á Íslandi. Bara, sko, olíugjaldið núna, eða kolefnisgjöldin á hérna í bensingjaldinu hækkuðum 30% núna, sko, þeir lætu því inn, það voru 6-7 krónur sem þeir bætu við þar. Við erum svo náttúrulega bara í gegnum lífeyrissjóðskerfið okkar, þetta er í raun og veru bara skattar, í öðrum löndum er þetta gegnumstreymiskerfi og er tekið í gegnum hérna skattana þar, en hér borgum við þetta hluta til sjálf, sko, þannig að ég vil skapa fyrirtækjum þannig skilyrði að þau geti vaxað og dafnað, greitt fólkinu góð laun og fjölga störfum. Til þess þurfa fyrirtækin að vera með góð rekstrar skilyrði og þannig græðum við öll, en að skattleggja allt upp í rjáfur. Við sjáum bara hvernig ríkið er að bólna út á öllum sviðum. Útgjaldaaukning ríkisins. Já, nema þar sem það skiptir máli að það bólni út sem er til dæmis á bráðamóttökunni, sem er í hjúkrunarheimilunum og svo framvegis, það er að bólna út á öllum vitlausu stöðunum. Já, það er að horast þar sem það ætti að bólna. Það er alveg með ólíkindum öll þessi ár og oft á tíðum hefur verið dælt gríðarlegum fjármunum inn í til dæmis Landspítalann, en einhverja hluta vegna hefur það ekki skilað tilsettum hérna árangri. Það er bara rótargreina öll þessi lykil kerfi okkar og tryggja það að fjármunir fari inn í þau, og nú er náttúrulega nýja Landspítalinn væntanlega að fara að tekka inn hjá okkur, hann reyndur á kolvitlusu stað. Þetta er nú ein þvælan, sko, sem að ég bara skil ekki hvernig mönnum dattið í huga hafa hann þarna, en það er nú annar mál. En við þurfum bara, sko, við vinnum okkur út úr þessu vandamáli með því að auka verðmætasköpun í íslensku samfélagi, skapa öflugar gjaldeyris aflandi atvinnugreinar. Það er þannig. Það gerist ekki með opinberum störfum. Opinber störf eru til að styðja við almenna markaðinn. En þetta er eiginlega orðið öfugt. Munið þegar að Viktor Gísli kom fram og sagði að fólk ætti bara að taka veikindadaga til þess að mæta út til þess að horfa á handbolta. Markvörðurinn. Já, ég var svona svo sorry. Já, það er nefnilega ykkur vinstrimönnum finnst þetta svo sætt. Nei. En við þurfum að horfast í augu við það. Ég skrifaði nú status og gaggrindi, reyndar ekkit hann, út af því ég vildi þetta bara styðja hann og þessa glæsilegu drengi, en samtök atvinnulífsins komu þarna fram og voru öll eitthvað svona láta eins, já, þyrfti nú kannski enginn að skrópa í vinnunni, sko, út af því við gætum bara öll hort leikinn saman í vinnunni. Og ég sagði, já, við öll nema náttúrulega ræstingakonan og fiskvinnslukonan og byggingaverkamaðurinn og strætóbílstjórinn og svo framvegis. Þú ert ekki að fara að gera þetta eitthvað kósí saman í vinnunni, sko. Ég er ekki, þú veist, þú ert að blanda mér saman við eitthvað vinstrafólk. Ég var ekki að tala um þig. Jú, þú sagðir þið vinstrafólk. Þú ert ekki vinstri, þú ert hægri sem næstu vinstrimaður. Já, málega er ég bara aðhyllist bara gömlu góðu hugmyndir um það. Það er vinnan sem skapar verðmætin, það er vinnuaflið sem á
auðvitað í hinum fullkomna heimi að stjórna atvinnutækjunum og þú veist, ákveða hvernig samfélagið er uppbyggt, en ég sætti mig við það að fólk viðurkenna það vinnan sem skapa verðmætin og að fólk fái vel og ríflega útlutað af kökunni sem að vinna þeirra skapar. Ég sætti mig alveg við það, ég þarf ekki öryggja byltinguna, en það er það sem ég vil. En einhver svona vinstra þus eða réttara sagt, það að eitthvað vinstra fólk telja vinstri snúist eitthvað svona kósí heit og dulleri, ég er ekki þar sko. Nei, Ég er ekki þar. Mannleg tilvera er ekki sérstaklega kósí, hún er ekki sérstaklega dulli, hún snýst það að komast af með sem bestum og uppbyggilegustum hætti og ég vil búa í samfélagi þar sem allir fá raunverulegt tækifæri til þess að vera þar. Ég er sammála og ég ætla Það að er vinstri stefna sem ég vil. Ég ætla að fá að klára hennan punkt sem ég var að reyna að taka hérna áður en að þú gerir þetta sjálf á þig. Sko, vinnusiðferð á Íslandi er orðið hræðilegt. Við erum bara með einhverja krakka skítar, tala um hérna lægstu 10% á Íslandi. Lægstu 10% eru bara 16-25 ára krakka skítar sem eru nýkomnir á vinnumarkaðinn og eru að sjálfsögðu á lægstu laununum og eiga að vera lægstu laununum. Allir voru þannig einhvern tímann og við erum bara alltaf að væli við þessu. Sko, Nei, leiðum það að klára. Sko, við erum að horfa upp á það að vinnusiðferði, samhliða þessari styttingu vinnuvikunar, stamferði, þú veist, það er komið ung virk. Bara vera að hvetja ungt fólk til að fara í kulnun og væli yfir sinni tilvist á milli þess að maður fer social, vælir yfir því að eignast ekki húsnæði út af því að það er einhverju skýta gráðu hérna þar sem mun ekki koma til með að skapa nein verðmæti. Vinnusiðferð á Íslandi verður að lagast áður en að þið farið nokkuð tíman að sækja um einhver betri laun út af því að við erum að horfa upp á þannig veruleika að ungt fólk er orðnir bölvaðir leitingjar og það eru allir sem að gera sér grein fyrir þessu, sérstaklega þeir sem eru atvinnurekendur, fá hérna einhverja krakka skíta, hérna bólugrafna og rétt komnir úr mútum sem að væla yfir því að þeir get ekki fengið sumafrí, jafnvel þó þessi sumarstarfsmenn, væli við því að fá ekki hærri laun, væli við því að get ekki hoppað úr vinnunni hvenær sem þið vilja. Þetta er vandinn og þetta þarf að laga áður en að þið farið að væla út einhver hærri tekjur fyrir þessa leitingja. Þú þekkir hrikalegt ungt fólk. Sko, við vitum ekkert hvað það er að vera latur út af því við höfum aldrei verið löt. Þannig að fyrir okkur þá erum við þetta bara eitthvað, letingjar að sjálfsögðu eru bara heldur svo aumingjar. Við erum alveg þar, fílum ekki letingjar sko. En í fyrsta lagi ætla ég nú aðeins að tala ungvirk. Ungvirk er náttúrulega, þannig er verið að reyna að koma fólki einmitt út á vinnumarkaðinn. Það er verið að liðsinna fólki sem þarf alveg á því að halda, sem af einhverjum ástæðum hefur ekki fótað sér í skóla eða námi, við að finna fótfestuna. Það er hlutverki með ungverk, þannig að við skulum ekki tala það niður. Og já, auðvitað er það rétt að það er risastór hópur á íslensku vinnumarkaði sem er ungur og sem er að vinna með skóla, þú veist, að vinna meðan þau eru að gera aðra hluti. Það er ekki okkar stærsta bakland. Það er auðvitað hópur sem að tilheyrir okkar félagi og færu auðvitað bara sömu launahækkanir og aðrir. En fólki sem við erum að horfa og einbytta okkur að, það er það sem ég kalla alvöru eflingarfólk. Það er verkafólk á íslensku vinnumarkaði sem að verður í þessum verkamannastörfum, er þar, er bara frábært og duglegt fólk og sem þekkir ekki leti, veit ekki hvað það er að reka heimili í fullri vinnu, er að láta hlutina ganga. Það er fólki sem við erum að hugsa um að berjast fyrir. Og þetta unga, ekki hérna þessir vesalingar sem þú ert að tala um. Sko. Þetta unga fólk tóttir svo varst að tala um áðan, sko ætti að vera á lægstu laununum, þau eru það vegna þess að